Þá komið að janúarleiðsögn fyrir sportdreka. Svo ég innfri nú á praktísku atriðunum, þá get ég ómögulega lesið fyrir alla sportdreka í heiminum í einu. En það sem ég geri er að ég tengi inn á einhverja ákveðna bylgjulengd, þar sem að hópur af sportdrekum er líka búin að tengja sig inn á og ég er að lesa fyrir ykkur. Þess vegna ég ykkur hóp. Nú, þú tengir alls ekki við lesturinn þinn við sólarmerkið, það er að segja þetta sem er tengt við fæðingardaginn. Það legg ég til og kannir önnur merki úr stjörnukortinu þínu, þá sérstaklega tunglmerkið þitt, rísandamerkið þitt eða önnur merki sem eru afgerandi í stjörnukortinu þínu. Þar sem að þetta er mjög opinn lestur, þá skulum við ekki vera að einbeita okkur of mikið af smáatriðunum. Heldur sveigju við þau svona innanskilsalegra marka eftir því sem að okkur hentar, það er að segja ef að stærsti hluti lestarins á við fyrir þig. Það eru atriði sem eru mjög sveigjanleg, sérstaklega þá eins og aldur, kyn, ástæður í samböndum, nákvæmar tímasetningar, nákvæmar staðsetningar. Við skulum ekki vera að einbeita okkur of mikið að þeim. En þá skulum við hefja lesturinn og við byrjum á því að kanna hvaða sportdreka ég er að lesa fyrir, fá nokkuð spil fyrir það. Og fáum uppákomur og áskoranir fyrir sportdreka í janúar. Fáum leiðsögn fyrir sportdreka. Fáum niðurstöðu fyrir sportdreka. Og það sem að sportdrekinn ekki veit, en hefði gott að fá smá innsýn inn í, vil ég fara hérna í stoffin. Kæri sportdreki, það eru óvæntar stefnur hjá þér, sérstaklega hvað varðar sambönd og samskipti. Það getur verið hvernig samband sem er, mögulega við eitthvað sem hefur verið þér mjög góður samt einhverja síður, hvort sem að í sama hvað hlutverki það er. En aftur á móti þá eru einhverjir hlutar af þessu sambandi eitthvað sem að þú hefur svolítið verið að loka augum og eyrunum fyrir. Það eru svona ákveðnir þættir í þessu sambandi sem að eru kannski ekkert alveg heilbrigðir eða í lagi. Og ég held þú sért svolítið að átta þig á því að þrátt fyrir það að þessi einstaklingur sé búinn að vera kannski mjög góður við þig, að þá eru þannig hlutir sem að þú þarft svolítið að gera upp við þig, hvort að þeir eru boðlegir í kringum þig og þína, hvort þetta sé eitthvað sem að þú getur boðið sjálfum þér upp á að umgangast lengur, hvort þú getur litið fram hjá þessu lengur. Þegar eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að þú í rauninni veist að hefur alltaf vitað en hefur svolítið lokað augun og gagnvart því, en núna getur það svona varla lengur.
ef þetta er eitthvað sem er algjörlega óvænt þá er það bara þannig, kannski er þetta eitthvað sem þú hafðir ekki hugmyndum en er að koma upp á yfirborðið núna. En eins og ég segi þá er þetta mjög óvænt stefna í sambandi, nánu sambandi. Varðandi áskoranir þínar núna í komandi mánuði, komandi misseri, þá er hér að þú þarft að gera upp við þig hvað þú vilt, hver þú vilt vera, þú veist allar að halda í, já, ljósið þess að vera að tala þetta samband, allar að halda í þetta samband eða fara eitthvað annað, allar að gera breytingar, það er svolítið, þú þarft einhvers staðar að taka afstöðu núna, af því að akkurat núna þá ertu á þeim stað að þú getur ekki fengið bæði, þú getur ekki fengið að líta framhjá þessu og vita þetta, þú getur ekki hafnað og þegið á sama tíma, þú getur ekki farið áfram á meðan þú heldur í fortíðina. Það er svolítið þar, þú veist, það er verið að ýta þér svolítið út í það að taka afstöðu og velja annarkvort eða, og það er mjög erfitt og þú þarft að gera svolítið mikið upp við þig, sko, finna jafnvægi í ljósi og skugga. Það eru ljós og skuggar í öllu, allt hefur sína kosti og bresti, en núna þarft þú að gera upp við þig afturbak eða áfram. Þetta er eitthvað sem er alveg að fara með þig og veldur miklum höfuðverkjum og miklu pressu. Þetta verður djöfulegt og erfitt, en númer 1, 2 og 3 þá þarftu að velja út frá þinni sannfæringu, út frá þínum gildum, út frá þínum hugsjónum, siðferði, út frá hjartanu þínu, magatilfinningunni, og taka svolítið, það sem hjálpar fyrst og fremst núna er að taka kannski stórt skref afturbak til að horfa á heildarmyndina, þegar þetta er eitthvað sem stendur þannig nærði að þú ert búin að vera með nefið ofan í rammanum svo lengi að þú sérð ekki nema lítið brota af myndinni í einu. Núna þarftu að stíga hressilega stórt skref afturbak og horfa á heildarmyndina til þess að geta metið þetta almennilega, af því að núna er svolítið að duga að drepa, svo getur ekki fengið að halda í bæði endalaust, því miður. Það er algjörlega það er verið að ýta þér út í það að velja. Leiðsögnin þín, hér er verið að impra svolítið á algjörlega grunnstoðunum í lífinu. Grunnurinn sem er þá bókstaflega þessi 4 veggir sem þú býrð innan í, heimilið þitt, heimilislífið þitt, fjölskylda þín, það sem þú ert búin að skapa þar og það sem þú ólst upp við þar að auki, og eins líka tilfinningarnar þínar, hvar þú stendur þar, svona algjörlega grunnurinn, grunngildin þín. Þú þarft virkilega að skoða þau og hvað þér finnst vera boðlegt. Og það er svo mikilvægt fyrir þig að velja út frá þeim. Þú ert að velja fyrir þig, þínar allra nánustu, þá sem þú hefur ábyrgð á, það er að segja þú sjálfur og í mesta lagi börnin. Engin annar, þú berð ekki ábyrgð á neinum öðrum, og svo heimilið þitt. Þetta krefst þess að þú snúir bakinu við einhverju og þá er spurningin ætlarðu að snúa bakinu við því sem þú ert búin að vera að horfa framhjá í þetta langan tíma, eða ætlarðu að snúa bakinu við þínum eigin gildum. Og ég ætla ekki að segja hvað þú ættir að gera, en mér finnst að segja sér sjálft hvort væri heilbrigðara. Niðurstaðan þín er sú að það verða brestir í samskiptum.
mögulega eitthvað samband sem að mun algjörlega flosna upp og hverfa. Það verður sárt, þetta er erfitt, en þú hins vegar munt verða í vissu að þú tókst rétta ákvörðun. Það er að segja að þú tekur ákvörðun út frá þínu sanna sjálfi. Þú verður miklu sterkari og miklu meiri leiðtogi fyrir vikið. Andlega tengingi þín verður mun sterkari, þú öðlast meiri virðingu fyrir sjálfum þér. En að því sögðu þá væri alls ekki galið fyrir þig að hafa handleiðara með þér í gegnum þetta ferli. Eitthvað sem þú treystir, eitthvað sem að þú veist þú getur tekið ráð frá. En ef þú ætlar að sjálfur þroskast og verða meira leiðtoga efni í því sem þú gerir, þá því miður þarftu að taka mjög þunga ákvörðun. Við skulum fá meiri innsýn í þetta með In Between tarot. Fyrst varðandi sportreikana sem ég er að lesa fyrir. Eins og ég segi þá snýr þetta að sambandi sem er þér mjög dýrmætt. Og þið langar svo til að heila þetta. Þetta er mjög náið samband, en það er ekki alveg allt þar sem sýnist. Leiðsögnin þín. Þú þarft að sýna, áskoranirnar. Það er verið að ýta á þig að sýna fordæmi. Þú getur ekki sleppt því að taka afstöðu í þessu máli. Leiðsögnin er að þú verður að leita inn á við og athuga þína sannfæringu, hver þín gildi eru. Og það er hér vísbending að það væri kjörið fyrir þig að þiggja stuðning og aðstoð við þetta. Aftur eins og ég sagði, frá ykkur sem að þú treystir á, getur þegið ráð frá ykkur sem að þú veist að getur handleitt þig í gegnum þetta. Niðurstaðan þín er nýfengin kraftur, aukin orka, nýr eldmóður og það kviknar undir þér aftur. Þú öðlast svo mikinn kraft þegar þú ert komin í gegnum þetta, en þetta er vissulega erfitt, það leynir sér ekki. Það sem þú veist ekki er að þú ert ekki með allar upplýsingarnar upp á borðunum núna, og það akkurat núna þá ertu svolítið lost í því hvað þú ætti að gera og finnst þú alltaf þurfa að vera að leita frekari upplýsinga og ert mögulega alltaf að reyna að fylla upp í eyðurnar með þinni eigin rökfærslum. En hins vegar þá er oft dæmi bara eins einfalt og lítur út fyrir að vera. Þetta er ekki svona flókið, þetta er beint fyrir fram að nefa á þér. Og það er komin tími til að hoppa ofan í kanínuholuna og sjá hvað er þar, ekki bara gíska. Þú hefur stuðninginn ef þú hefur vilt hann. Þetta er eitthvað sem mun umturna þinni heimsmynd í raun og veru, þínu nánasta heimi. En þetta mun líka vera mikil breyting og mikil þroski fyrir þig. Og þú mun færast meira jafnvægi á innra lífið þitt, innra tilfinningalífið þitt, innsæið þitt og svona tilfinningalegt. Þú þarft ekki endilega, þú losnar við í rauninni leyndardóma, losnar við að horfa fram hjá hlutunum eins og vorum að tala í byrjuninni
og getur einhvern veginn sjálfur verið hreinn og beinni í því sem þú gerir, finnst mér. Nú, ég ætla að taka þennan lestur heim og saman og ljúka honum með spili, leiðbeiningaspili úr sprunguníumstokki hjá mér sem heitir Sacred Earth Oracle. Ég ætla að draga hér eitt spil. Þú fær spilið Perspektíf, sjónarhorn. Skulum fá meininguna fyrir það. Jarðnesk meining þessa spils að þú ert þú í þínum eigin rétti, ekki sem endurspeglun af aðstæðum, væntingum eða ályktunum. Skilgreindu og treystu sjálfum þér. Skýr og einföld svör, svíkja flækjustig vandamálna. Þú verður að standast á freistingu að taka einhvern eða eitthvað sem sjálfsögðum hlut. Munstur hegðunar segir þér meira heldur en ein gjörð. Farðu dýpra, víðar og hærra til þess að fá betri sjónarhorn á hlutana. Andleg meining þessa spil að frá yfirveguðu, rólegu, náttúrulegu sjónarhorni kærleikans, frjálst frá ótta, samviskubiti og dóma þessa heims, þá getur þitt æðra sjálf litið í gegnum eða framhjá áskorunum og drama hins veraldlega heims og séð faldna meiningu og tilgang hlutana. Frá fjarlægðinni getum við séð að algjör kaos, algjör ringulreið og óreiða getur litið út fyrir að vera algjörlega skipulögð og flæðandi. Leitaðu æðri vakningar og ásýndar, tengdu þig inn á dýpt hjarta þíns til að finna frið. Þannig að burtséð frá því hvaða ákvörðun þú tekur, og þú tekur það frá innstu hjartarótum, frá þínu algjöra innsæi, þá það í takti við þig. En umfram allt þá þarftu að fá þér nýtt sjónarhorn á hlutina og muna að hegðunarmunstur segir meira en stakar gerðir. Þá þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og þetta komi að gagni og nýtist einhverjum. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.